Ef eitthvað lækkar 50%, hækkar svo aftur 50%, enda ég á sama stað. Skulum skoða þetta. Skulum byrja með eitthvað sem að verðmæti 100.000. Gæti verið verðbréf, gæti verið málverk, gæti verið skartgripur, bara eitthvað verðmætt. Og það lækkar 50%. Og hvað 50% af 100.000? Jú, 50% helmingur af 100, þannig að það 50.000. Og þá á ég eftir, það ekki, þegar við erum að draga þetta frá, þá á ég eftir 50.000. Og við erum þá með 50.000 sem virðið eftir að það lækkaði. En hvað ef það hækkar svo 50%? Hvað þá? Jú, þá þarf ég að bæta við 50%, ekki 50% sem það byrjaði, heldur 50% af því sem það þegar það hækkar. 50% af 50.000 25.000. Og þá endum við með verðmæti upp á 75.000 krónur. Ég byrjaði 100.000, lækkaði 50%, svo hækkaði ég aftur 50%, en af því að ég tek 50% af lægri tölu í seinnaskiptið heldur en í fyrraskiptið, þá enda ég ekki á sama stað. Ef ég myndi gera þetta öfugt, hækka fyrst og lækka svo, þetta aðrar tölur en ég enda á sama stað því að röðin í raun skiptir ekki máli.